Fatlaðar konur eru berskjaldaðar fyrir ofbeldi og eru helmingur skjólstæðinga Bjarkarhlíðar að sögn teymisstýru. Mál andlega fatlaðrar konu sem var nauðgað af yfirmanni sínum og gert að hafa samræði við aðra menn sé ekki einsdæmi. Erfið skilyrði til slökkviliðsstarfs verða áfram í gróðureldunum í Los Angeles í Bandaríkjunum. 16 hið minnsta eru látnir eftir hamfarirnar. 2 norðurkóreskir hermenn voru teknir til fanga af Úkraínumönnum fyrir helgi. Þeim var sagt að þeir væru að fara í þjálfun þegar þeir voru sendir í stríðið. Farvegur fyrir nýtt hraun hefur myndast á milli hrauntungna úr fyrri eldgosum á Reykjanesskaga og myndi stefna í átt að orkuverinu í Svartsengi, segir jarðverkfræðingur. Hækka þarf garðinn því gosið gæti fyrir mánaðamót. Erfitt gæti reynst að útvega sér kestan hákarl á þorranum. Sjómaður og Vopnafirði spái því að hákarlaverkun leggist af vegna aukins kostnaðar og regluumstangs. Gott kvöld. Framkvæmdastjóri Þroskahjálpar segir með ólíkindum að menn sem höfðu samræði við andlega fatlaða konu fyrir tilstuðlan yfirmanns hennar hafi ekki verið ákærðir. Embætti héraðssaksóknara segir að ákærur hefðu sennilega ekki leitt til sakfellingar. Konan sem andlega fötluð starfaði í matvöruverslun. Yfirmaður hennar þar Sigurjón Ólafsson verslunarstjóri var í vikunni dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir margvísleg kynferðisbrot gegn henni, syni hennar sem einnig andlega fatlaður og kærustu hans sem metin seinfær. Stór hluti þeirra sem leita til Bjarkarhlíðar, miðstöður fyrir þolendur ofbeldis með fötlun. Í kringum helmingur einstaklinga sem leita til okkar telji sig hafa einhvers konar skerðingu. Meðal þess sem Sigurjón var dæmdur fyrir var að láta konuna hafa samræði við aðra karlmenn án hennar samþykkis. Svona mál hafa komið upp áður. Þar sem einhver hefur milligöngu kynferðisleg samskipti við annan án hans samþykki. Já. Og var þá að ræða andlega fatlaðan einstakling? Já. Var ákært í því máli? Nei. Hvers vegna ekki? Þolandi var ekki tilbúin að taka þessi skref að hefja það ferli. Mennirnir voru 5 en Sigurjón var dæmdur fyrir að stuðla aðkomu 3 þeirra. Enginn þeirra var ákærður. Enginn starfsmaður embættis héraðssaksóknara sem sótti málið gaf kost á viðtali vegna málsins og þegar fréttastofa leitaði svar hversuna þeir hefðu ekki verið ákærðir fengust þau svör að ólíklegt hefði verið að unnt væri að sanna sekt þeirra. Það vekur auðvitað furðu að þeir hafa ekki sætt ákæru vegna þess að það kemur skýrt fram í þessum gögnum sem að liggja fyrir að samþykki hafi ekki verið til staðar. Jenny segir að fjárhagsleg staða andlega fatlaðra kvenna sé gjarnan slæm og mörg dæmi að gerendur notfæri sér það. Og eru jafnvel að koma þá í lok mánaðarins með bónuspokan og fá kynlíf fyrir og þegar þeir eru búin að byggja upp þetta samband þá oft sjáum við að þeir eru jafnvel farnir að tala þær inn á að fleiri aðilar geti komið og haft samræði við þar en þetta eru mál sem eru alltaf að koma upp öðru hvoru. Mál sem varða kynferðisbrot gegn andlega fötluðu fólki koma einnig reglulegin á borð Þroskahjálpar. Við vitum og það þekkt staðreynd að fatlaðar konur eru mun útsettari fyrir hvers kyns ofbeldi og þar á meðal kynferðisofbeldi. Anna Lára segir að með ólíkindum sé að mennirnir hafi ekki verið ákærðir og samtökin munu án efa bregðast við. Já, maður eiginlega bara orðulaus. Okkur finnst þetta mjög sérkennilegt, svo ekki sem sagt. Hvassir vindar og þurrkur valda aukinni útbreiðslu gróðureldana í Los Angeles í Bandaríkjunum næstu daga. 16 eru látnir af völdum eldana og 16 saknað. Mikil fjöldi þeirra sem þarf skyndilega nýtt húsnæði gæti reynst stórt vandamál. Þó að tekist hafi að ná tökum á minni eldunum við Los Angeles heldur sá stærsti Palisades áfram að teygja sig til austurs og farin að ná inn í Brentwood, eitt af dýrustu hverfum Los Angeles. Þar hefur verið varað við rýmingum. Getty-safnið hefur einnig verið rýmt en gróðureldar komust einnig ískyggilega nálægt því haustið 2019. Íbúum í Brentwood, þar sem margt frægt fólk á eignir, verulega brugðið. I'm 66. I lived in this house when I was 1 year old. Wow. And
There's still several original neighbors, and we have not had a fire close like this in over 50 years. Nokkrar einnig í Brentwood hafa verið rýmdar, en íbúar þar eru alls ekki þeir verst settu. Oh my God. That's the piano? This is the piano, the strings. This is the metal part. Holy shit. Þau eru eina fjölmörgum sem mist hafa heimili sín og þurfa nýtt húsnæði. Húsnæðismarkaðurinn var þröngur fyrir. Borið hefur á því að leigusalar hafi reynt að nýta sér þetta til að hækka leiguverð, en yfirvöld hafa ítrekkað við þá að það sé ólöglegt. Slökkvilistjóri Los Angeles borgar gagnrýndi í gær fjárskort til slökkviliðsins, en sagði samt alla vinna að sama marki. Mayor Bass, Chief McDonald and I are united and focused on exactly what we need to do to prepare the city with these next strong winds that are coming. En það ljóst að það erfitt verk framundan hjá viðbragðsaðilum, spáð hvössum vindum áfram sem gerir slökkvistarf enn erfiðara. We know that elevated critical fire weather conditions will continue through Wednesday. These winds, combined with low relative humidities and low fuel moistures, will keep the fire threat in Los Angeles County very high. Kostnaður almennings vegna greiðslumiðlunar nemur 50 milljörðum á ári og mun hærri en annars staðar á Norðurlöndum. Það leiðir til hærra vöruverðs og íslenskir neytendur bera á endanum kostnaðinn af greiðslumiðluninni. Þetta kemur fram í frumvarpi breytingar á lögum Seðlabanka Íslands. 70 milljarðar íslenskra króna eru nú í umferð í formi reiðufjár, en Seðlabankinn spáir því að sú upphæð muni aukast á næstu misserum. Innviðir greiðslukorta eru ekki á íslensku forræði. Málið hefur verið rætt ítrekað í þjóðaröryggisráði hér heima vegna aukins óróa í alþjóðasamfélaginu. Í tilmælum stjórnvalda annars staðar á Norðurlöndunum til landa sinna mælst til þess að fólk hafi drykkjarvatn og mat til nokkura daga til taks, ásamt reiðufé, kertum og rafhlöðum. Munurinn þar og hér sá að hér ekkert innlent greiðslumiðlunarkerfi sem hægt var að virka ef samband sæstrengi rofnar. Í frumvarpinu kemur fram að í samskiptum Seðlabankans við alþjóðlegu kortasamsteypurnar í hruninu 2008 kom til tals af hálfu kortasamsteypana að loka á þessar greiðsluleiðir hér á landi sem hefði haft lamandi áhrif á allt íslenskt samfélag. Og þetta ekki bara öryggismál, heldur líka stórt neytendamál því kostnaður Íslendinga við erlent greiðslumiðlunarkerfi 50 milljarðar króna á hverju ári og mun hærri en gengur og gerist annars staðar. Kostnaðurinn dulinn og rennur að mestu til erlendu einkafyrirtækjana Visa og Mastercard. Hann skiptist í árgjald, færslugjöld og svo hluta veltin í vöruverð. Og það kostnaðurinn sem að verslunin greiðir fyrir það að geta tekið á móti greiðslu. Þetta eru tugir milljarðar sem að greiðslumiðlun kostar og almenningur greiðir kannski að mestu leyti í vöruverði. Sigríður segir Ísland eina ríkið á Norðurlöndunum sem hafi ekki innlent greiðslumiðlunarkerfi, en slíkt kerfi myndi lækka kostnað neytenda verulega. Einn af þessum hvötum sem hafa verið til staðar á Norðurlöndunum fyrir þessum innlendu greiðslulausnum að þær eru almennt ódýrari bæði fyrir einstaklinga og verslanir heldur en alþjóðlegu greiðslukortin. Úkraínumenn tóku 2 norðurkóreska hermenn höndum í Kursk héraði í Rússlandi fyrir helgi. Talsmaður hersins segir hermennin hafa talið sig vera að fara í þjálfun en ekki að berjast við Úkraínumenn. Annar var með rússnesk herskýliríki. Fyrir 4 dögum voru 2 norðurkóreskir hermenn sem börðust við hlið Rússa teknir höndum. Forsetaembættið í Úkraínu sendi þessar myndir í gær sem eiga að sýna handtökuna. Það hafi ekki verið auðvelt verk. Інші військові з Північної Кореї та росіяни намагаються добивати своїх поранених корейців. І саме, щоб вони не потрапили в полон. Skömmu síðar voru birtar myndir af föngunum sem eru báðir slasaðir, annar á kjálka og hinn brákaður á fæti. Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства. Fangarnir eru að hans sögn fæddir 1999 og 2005. Annar þeirra var með skilríki frá rússneska hernum með rússnesku nafni. Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.
Leyniþjónusta Suður-Kóreu segir frásögn Úkraínumanna rétta og bætir við að annar mannanna hafi verið án matar og vass í 4 daga áður en Úkraínumenn handsömuðu hann. Talið að yfir 10.000 norðurkóreskir hermenn hafi verið sendir til að berjast við hlið Rússa. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði í vikunni að Rússar væru að auka samvinnu við Norður-Kóreu í geimrannsóknum gegn því að fá hermenn frá þeim til að berjast við Úkraínumenn. Aðgerðir Eflingar gegn stéttarfélaginu Virðingu hafa tilætluð áhrif að mati sérfræðings í vinnurétti. Stéttarfélagið getur þó einnig farið dómstólaleiðina til þess að fá úr því skorið hvort samningur Virðingar sé lögmætur. Efling hefur undanfarið barist hart gegn stéttarfélaginu Virðingu, síðast í gær með mótmælum í Kringlunni. Efling segir Virðingu gervistéttarfélag sem ræni verkafólk lög og samningsbundnum réttindum. Sérfræðingur í vinnurétti segir að aðgerðir Eflingar hafi fælingarmátt. Þegar Efling byrjaði að tala um þetta og eins og segja Einingiði og fleiri þá voru miklu fleiri veitingamenn sem voru að taka þátt í þessu og það virðist hafa virkað þessar opinberu aðgerðir sem stéttarfélögin hafa verið að fara í. Virðing og samtök fyrirtækja á veitingamarkaði sendu frá sér yfirlýsingar í gær þar sem aðgerðir Eflingar eru fordæmdar. Virðing mótmælir því að vera gervistéttarfélag og Sveit segir aðgerðir Eflingar lögbrot sem miði að því að koma rekstri veitingarstaða í þrot. Dagný segir að unnt sé að fara með máli fyrir félagsdóm til að fá úr því skorið hvort kjarasamningur Virðingar sé lögmætur. Þá er hægt að fara í mál fyrir félagsdómi og fá það bara endalega úr því skorið hvaða kjarasamningur það er sem gildir þessi störf. Dagný segir að hingað til hafi ekki borið mikið á svokölluðum gervistéttarfélögum. Það eru þetta gríðarlega mikil þáttaka í stéttarfélögum á Íslandi og samaskapi þáttaka í samtökum atvinnurekenda og það er eitt styrkleikinn á íslenskum vinnumarkaði. Þannig ég vona svo sannarlega að þetta fari ekki að gerast í meira mæli. Svíar hafa ákveðið að fjárfesta í skriðdrekum í þeim tilgangi að tvöfalda heraflásinn. Þá vilja Norðmenn búa almenning betur undir stríð, meðal annars með sterkari borgaralegum vörnum og fjölga byrgjum sem fólk getur flúið í komi til stríðs. Norðurlöndin hafa aukið varnir sínar töluvert undanfarin ár, sérstaklega eftir innrás Rússa í Úkraínu. Nú á dögunum kynntu bæði Svíar og Norðmenn enn eitt skrefið í þá átt þó að eðli aðgerðanna sé ólíkt. Svíar ætla að kaupa 44 nýja skriðdreka og endurnýja 66 sem þeir eiga fyrir. Í þetta setja þeir 22 milljarða sænskra króna eða 280 milljarða íslenskra króna. Þetta leggur grunninn að nýjum her sem yrði tvöfalt stærri en hann er núna. Varnarmálaráðherra Svíþjóðar segir þetta nauðsynlega fjárfestingu. Det ökar den militära förmågan och det ökar eldkraften och det stärker vår förmåga att möta en kvalificerad motståndare. Riksdagens beställning är ju tydlig att vi ska vara klara i allt väsentligt med 4 brigader till 2030 och det brådskar. Norðmenn kynntu á svipuðum tíma aukin viðbúnað í almannavörnum, meðal annars á að gera langtíma áætlun í auknum viðbúnaði, þar á meðal hjá lögreglu, fjölga starfsmönnum í borgaralegum viðbúnaði 3/4 og fjölga sérstökum sprengirýmum þar sem hægt er að leita skjóls. Það síðasta var byggt árið 1998. Þá á að tryggja fyrir 2029 að 3 mánaða birgðir af korni séu til. Det vi legger frem i dag er jo da en totalberedskapsmelding som handler om å håndtere alle mulige situasjoner som truer hverdagen vår. Om det er strømbrudd, ekstremvær, datanettverket ligger nede. Like til at vi må også kunne håndtere en situasjon med en mulig krigstilstand. Störi segir þetta ekki þýða að stjórnvöld telji stríð yfirvofandi í landinu, en nauðsynlegt sé að fylgjast með því sem er að gerast í umheiminum. Merkjum á aukinn áhuga fyrirtækja og stofnana á að efla hagsmunagæslu gagnvart Evrópusambandinu. Samtök fyrirtækja í orkugeiranum ætla að koma sér upp skrifstofu í Brussel og það samastendur til hjá íslenskum háskólum. Löggjöf sem verður til hjá Evrópusambandinu og tekin upp á Íslandi í gegnum samninginn Evrópska efnahagssvæðið nær til flestra sviða þjóðlífsins. Sendiráð Íslands í Brussel og stofnanir sem Ísland hluti af fylgjast með þessu ferli og hafa ákveðna aðkomu, en það aukin vitund að efla þessa starfsemi. Og það auðvitað þannig að sú löggjöf sem tekur til þeirra sviða sem aðildarfyrirtæki Samorku starfa á að stórum hluta evrópsk, þannig að það mjög mikilvægt að fylgjast vel með þar
og við eigum þegar í töluverðu evrópsku samstarfi og það er auðvitað kannski bara betra að hafa hluta þeirri vinnu allavega í Brussel. Stjórn Samorku, samtaka orku- og veitufyrirtækja á Íslandi, ákvað þetta fyrir helgi en undirbúningur hefur staðið undanfarin 2 ár, segir Finnur. Það sama í undirbúningi hjá Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur sem fengu nýlega styrk til að koma sér upp skrifstofu í Brussel, ekki síst til að vera í betri aðstöðu til að sækja í styrkjakerfin hjá Evrópusambandinu og öðrum. Samtök atvinnulífsins hafa einnig elt sitt alþjóðastarf, ekki síst gagnvart Evrópusambandinu. Það spila kannski inn í þess ákvörðun að löggjafar þróun á þessu sviðum, ekki síst orkumála, mjög hröð. Það meðal annars vegna bara brýnnar þarfar út á loftslagsmálunum og loftslagsvánni og orkuskiptunum. Það líka vegna þess að tæknin þróast mjög hratt og löggjöf mjög reglulega uppfærð. Og svo auðvitað líka verið að vinna hraða núna því að Evrópa er mjög mikið að fókusera á orkumál og þar þróunin mjög hröð og þess vegna skiptir mjög miklu mál að fylgjast vel með. Hátt í 20 grágæsir fundust dauðar í Vatnsmýrinni í Reykjavík í dag. Enn fleiri voru veikar. Fuglafræðingur sem fann gæsirnar á göngu með syni sínum segir allt benda til þess að gæsirnar hafi drepist úr skæðri fuglainflúensu sem hefur fundist í villtum fuglum á höfuðborgarsvæðinu undanfarið. Afbrigðið hefur einnig greinst í 2 köttum sem líklega hafa smitast af fuglshræjum. Hann segir mikilvægt að Matvælastofnun sé tilkynnt alla dauða eða veika fugla sem finnast. Litlar líkur eru á að smit berist í fólk en mikilvægt að gæta hreinlætis í umgengni við dýr. Vinnuflokkar í varnargörðunum við Svartsengi færa efni sem nemur 23 laugardagslögum á viku á sólarhringsvöktum. Talið að hækka þurfi garðinum nærri 10 metra fyrir næsta eldgos. Enn á ný unnið dag og nótt við að hækka varnargarða við Svartsengi. Nú á hækka þá 8 til 9 metra. Landris heldur áfram á svipuðum hraða undir Svartsengi. Núna erum við sem sagt að hækka eiginlega bara allt garðakerfið hérna frá Grindavíkurvegi og niður fyrir Blálónið. Þau eru svolítið í kappi við tímann. Já, þetta miðar þá við það að þessar svona sortustu spár að séum að fara í annan atburð núna í svona endamánaðarins. Og þess vegna settum við á vaktirnar og miðum við að keyra núna bara mjög hratt inn í þetta svæði á næstu 3 vikum. Jón Haukur segir að á viku náu þeir að færa til 60.000 rúmmetra af efni. Til samanburðar gildir það 23 Laugardalslögum. Hérna megin hraun frá því í júní og hérna megin hraun frá því í nóvember sem kom upp í síðasta eldgosi. Hér á milli talin vera veikleiki, það gæti verið að það verður annað eldgos á svipuðum slóðum, að hraun úr því munu renna hér og ef það herjar á þennan garð þá ljóst að það stutt í orkuverið í Svartsengi. Og það þarf þó að stoppa í það gat hreinlega til þess að það renni þá ekki inn fyrir. Það sem þá líka erfitt í því sambandi að við þurfum að snúa hrauninu töluvert því að það kemur svolítið þvert á garðinn og það þess þá mikilvægar að garðurinn sé kominn bara í góða hæð þegar það kemur. Landskjörstjórn skilar umsóknum kærur og ábendingar sem nefndinni bárust vegna alþingiskosninga miðja viku. Umsóknum kjörstjórnar skilað til Alþingis sem tekur afstöðu til þeirra og ákvörðun framhaldið. Alþingi verður ekki sett fyrr en landskjörstjórn hefur farið yfir öll álitamál. Ekki má setja þing síðar en 10 vikum eftir kosningar samkvæmt stjórnarskrá landsins. Kosið var til Alþingis 30. nóvember og því má ætla að þing verði sett í síðasta lagi 1. vikuna í febrúar. Sjómaður á Vopnafirði spáir því að hákarlaverkun leggist af og erfitt verði að útvega sér kæstan hákarl á þorranum. Regluumstang og kostnaður hafi aukist og menn stundum kauplausir ef hákarlinn verkast ekki. Á Vopnafirði hefur Jón Svansson veitt og verkað hákarl í áratugi. Nú þorri í nánd og smökkun hafin. En þetta ekki bara hrein gleði, eitt kar tilbúið, en í öðru vondur hákarl sem verkaðist ekki. Þetta ónýtt. Fullkomlega ónýtt. Þarf ekki að skoða betur. Og inn í klefa hangir restinn, vonarbeitur sem gætu átt eftir að koma til, en enda kannski á haugunum. Hann bragðlaus, fullkomlega bragðlaus. Hann ekki vondur. Það ég að reyna að sjá til hvort hann lagast eitthvað kannski undir mánaðamótin. Hákarl hefur verið hengdur upp í Hjöllum en þar getur hann eyðilagst í bleitutíð. Jón vill sjá við því og fer eigin leiðir.
Hann flúinn inn með alla verkun, í skjól undan hamfaraloftslagi, stýrir hita, raka og loftflæði. Ekki veitir af að reyna að minnka afföllin. Að verka hákarl í Vopnafirði í dag, úti, meira en happdrætti. Þetta business sem svona að deyja. Stundum gefur hann eitthvað af sér, stundum gefur hann ekkert af sér og stundum það bara kostnaðurinn. Og kostnaðurinn hefur aukist. Hákarlinum ekki bara kastað upp í kerru og hann skorinn út á túnni. Nú þarf að greiða veiðigjald og vigtarkostnað og vera með allt í vottaðri aðstöðu. Nú þarf ég að vera með gæðahandbók. Gæðahandbók orðalag sem ég hreinlega bara skil ekki. Hann segir að verkendum fari fækkandi, erfiðara sé að fá togarahákarl og ólíklegt að ungir menn fari út í veiðar og verkun, vitandi áhættuna. Það hefur engin áhuga á þessu í dag. Ég hef pínulítinn áhuga á þessu, ég hef svolítið gaman á þessu og stundu getur mann á sér í vasapenning út á þetta. En það fer enginn að vinna við þetta í dag á þessum forsendum. Veðrið. Á morgun verður suðlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekúndu og víða rigning eða slydda með köflum. Þó verður að mestu þurrt norðaustanlands fram eftir degi og síðdegis má búast við dálítilli úrkomu þar tíma. Hiti 0 til 7 stig en vægt frost norðan til í fyrramálið. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur kvöldsins, hún fer yfir horfurnar næstu daga þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Haukar mættu úkraínska liðinu Galichinka Lviv í síðari leik liðanna í Evrópubikar kvenna í dag. Undir var sæti í 8 úrslitum. Tvö sigursælustu liða ensku bikarkeppninnar í fótbolta leiddu saman hesta sína í dag þegar bikarmeistarar Manchester United sóttu Arsenal heim. HM í handbolta hefst eftir 2 daga. Sérfræðingar HM-stofunnar velta fyrir sér vídeófundum handboltalandsliðsins. Verið með þetta á hreinu fyrir fokkin leiking. Og eru of margir erlendir leikmenn í íslenskum liðaíþróttum. Við fáum sjónar með ISI og íþróttafélagana í íþróttum kvöldsins. Íslenskir leikmenn eru bara helst ekki tilbúnir að fara yfir heiðina. Helstu fréttir okkar í kvöld. Fatlaðar konur eru berskjaldaðar fyrir ofbeldi og eru helmingur skjólstæðinga Bjarkarhlíðar að sögn teymis Dýru. Mál andlega fatlaðrar konu sem var nauðgað af yfirmanni sínum og gert að hafa samræði við aðra menn sé ekki einsdæmi. Erfið skilyrði til slökkvistarfs verða áfram í gróðureldunum í Los Angeles í Kaliforníu. 16 hið minnsta eru látnir eftir hamfarirnar. 2 norður-kóreskir hermenn voru teknir til fanga af Úkraínumönnum fyrir helgi. Þeim var sagt að þeir væru að fara í þjálfun þegar þeir voru sendir í stríðið. Farvegur fyrir nýtt hraun hefur myndast á milli hrauntungna úr fyrri eldgosum á Reykjanesskaga og myndi stefna í átt að orkuverinu í Svartsengi, segir jarðverkfræðingur. Hækka þarf garðinn því gosið gæti fyrir mánaðamót. Erfitt gæti reynst að útvega sér kæstan hákarl á þorranum. Sjómaður á Vopnafirði spái því að hákarlaverkun leggist af vegna aukins kostnaðar og regluumstangs. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum ykkur að sjálfsögðu á vefinn okkar sem vakir allan sólarhringinn og þessum fréttatíma lokið. Verið sæl.